Karlmaður á þrítugsaldri í haldi lögreglunnar í tengslum við rannsókn á mannsláti í Kópavogi. Maður fannst látinn í íbúð á Kársnesi í síðustu viku. Skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum, sem frétti í fjölmiðlum að staða hans yrði auglýst, segist efast að hann kæmist upp með sömu vinnubrögð og menntamálaráðherra. Hann hefur engar skýringar fengið frá ráðuneytinu. Á sama tíma og Vesturveldin beita Rússland refsiaðgerðum eflir Pútín tengslin við Indland. 2 daga heimsókn hans þangað með stórri sendinefnd lokið. Kaflaskil verða í miðlun dægurtónlistar þegar sjónvarpsstöðin MTV leggur upp laupana áramótin. Straumhvörf urðu í poppmenningu þegar stöðin fór fyrst í loftið fyrir rúmum 40 árum. Fjölmargir kaupa jólatré og skreyta strax í byrjun desember og æ fleiri nýta vefverslun og fá trén send beint heim í stofu. Gott kvöld. Við erum fyrr á ferðinni í kvöld vegna leiks Íslands og Færeyja á HM kvenna í handbolta sem á dagskrá rúmlega 7. En hefjum fréttir kvöldsins. Einn í haldi lögreglu í tengslum við rannsókn á mannsláti á Kársnesi í Kópavogi í síðustu viku. Lögregla fékk tilkynningu á 11. tímanum síðasta sunnudag meðvitundarlausan mann í íbúð á Kársnesi. Maðurinn, sem var fertugt, var látinn þegar lögregla kom á staðinn. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann með alvarlega áverka þegar hann fannst. Karlmaður 30 var handtekinn á miðvikudag og úrskurðaður í 5 daga gæsluvarðhald á fimmtudag. Heimildir fréttastofu herma að mennirnir 2 hafi þekkst. Lögregla verst allra frétta af málinu. Skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum segir það að auglýsa stöður skólameistara ganga gegn fyrri fullyrðingum ráðamanna. Hann hefur ekki ákveðið hvort hann leiti réttar síns. Skólameistarinn Árni Ólafsson heyrði fyrst af því í hádegisfréttum Útvarps í gær í viðtali við Guðmund Inga Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra að tilstaða auglýsa stöðu hans. Þetta önnur skólameistarastaðan sem ráðherra ákveður að auglýsa, hinn í Borgarholtsskóla og skólameistarinn þar Ársæll Guðmundsson hefur látið að því liggja það tengist fyrri samskiptum hans við félags- og húsnæðismálaráðherra. Komið náttúrulega óvart að heyra þetta í útvarpinu því að það var svona nýlega búin að segja það við mig af stjórn SMÍ að eftir samtal við þá væntanlega ráðamenn að þetta væri enga veginn í stöðunni, þannig að þetta kom talsvert óvart, já. Og SMÍ skólameistarafélagið? Skólameistarafélag Íslands, já. Mennta- og barnamálaráðherra hafði ekki tök á að veita fréttastofu viðtal en hefur boðað stjórn skólameistarafélagsins á fund á mánudaginn þar sem auglýsingar á störfum skólameistara verða ræddar. Árni segir að engar athugasemdir hafi verið gerðar við störf hans og hann hefur engar skýringar fengið frá ráðuneytinu. Fékk símtal frá ráðuneytisstjóra reyndar þar sem hún baðst afsökun á því að ég hef heyrt þetta svona í hádegisfréttum og boðaði þannig að ég fæ væntanlega fund í næstu viku þar sem ég verður afhent bréf varðandi þetta og hugsanlega þá einhverja skýringar eða ekki. Ársæll skólameistari Borgarholtsskóla hyggst leita réttar síns vegna málsins. Árni hefur ekki ákveðið hvort hann gerir það einnig eða hvort hann sækjum stöðuna að nýju. Það er ekki gott að fá svona skot inn í lifandi starf. Það sem eru hundruður nemenda og tugir kennara hjá mér. Og þetta svona tekur eiginlega orkuna frá því sem að skipti máli í þessu. Það er að reyna að gera þetta sem best frá degi til dags. En hvað finnst þér þessi vinnubrögð að standa með þessum hætti? Þetta er náttúrulega bara afar óheppilegt, skulum við bara segja, mildum orðum. Ég held að mér myndi ekki líðast að gera þetta svona með þessum hætti til dæmis. Skýrsla rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri samanburð jarðganga á Mið-Austurlandi hefur verið í sviðsljósinu eftir að innviðaráðherra sagðist einungis hafa lesið úrdrátt hennar þrátt fyrir að hafa vitnað í hana í kynningu sinni á samgönguáætlun. Í skýrslunni er lagt mat á arðsemi, umferðaröryggi, tengingu svæða og byggðaþróun sem myndi fylgja gerð Fjarðarheiðar og Mjóafjarðarganga. Skýrslan var unnin að beiðni Vegagerðarinnar. Velkomin Guðmundur Valur, þú ert hér fyrir hönd Vegagerðarinnar. Þið óskuðu eftir gerð þessa skýrslu, var hún unnin með það augum alltaf að hún yrði nýtt við gerð samgönguáætlunar? Já, takk. Já, skýrslan var klárlega unnin til að styðja við undirbúning samgönguáætlunar og ekki síst til þess að
stiðið við umræðinni í framhaldinu þegar hún lögð fram. Við gerðum ítarlega greiningar á 20 jarðgangakostum sem birtust í skýrslu sem kom út fyrir 2 árum. Þar var ekki fjallað Fjarðarheiðargöng eða hringtengingu ganga á Austurlandi og þess vegna þótti okkur mikilvægt að ráðast í þessa skýrslu og hún var þá núna í haust að þá var hún unnin og skilaði í síðustu viku. Einmitt. Og eins og fram hefur komið þá vísaði ráðherra til skýrslunnar í kynningu og sagði síðan að ekki lesið hana alla. Kom það ykkur á óvart? Nei, þetta skýrslan kom út fyrir viku síðan og ég held að ráðherrann og hans fólk hafi kynnt sér efni skýrsluna vel. Það hefur alveg komið, margt í þessu hefur komið fram áður í fyrri athugunum, þannig að þetta bara hluti af þessu. Já, þannig þið gerið engar athugasemdir við vinnubrögð ráðherra? Nei, það gerum við ekki. Nei. Hvað kostaði að vinna þessa skýrslu? Hún hefur kannski 3 til 4 milljónir eitthvað svoleiðis, þessi skýrsla núna. Samgönguáætlun var eins og þekkt lögð fram á miðvikudag. Hvert svona almennt mat ykkar í vegagerðinni á skýrslunni? Ég held að þessi skýrsla bara til þess að, einmitt eins og sagði, styðja við umræðuna jarðgangakostinu og forgangsröðun þar og við höfum kallað eftir því að þessi tekin afstæða til forgangsröðunar þannig að þessi hægt að vinna markvisst að undirbúningi jarðganga á landinu og þannig ég held að það sé, okkur þykir það mjög mikilvægt. Já, takk fyrir komuna, Guðmundur Valur. Já, takk fyrir. Og þá öðru. Rússland, sem hefur einangrast frá vesturveldunum eftir allsherjar innrás í Úkraínu, hefur elt tengslin við Indland. Forsætisráðherra Indlands lýsir sambandi ríkjanna sem leiðarstjörnu. Rússlands forseti hlaut góðar móttökur við komuna til Nýju Delí á fimmtudag. Frá 2022 hafa vesturveldin beitt Rússa refsiaðgerðum vegna grimmdarverka þeirra í Úkraínu. Rússar hafa því eflt samskiptin við önnur ríki og Indlandar ofarlega á blaði. मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. Indland sem fjölmennasta ríki heims eitt þeirra sem notar hvað mest af olíu og hefur keypt töluvert af henni frá Rússlandi síðustu ár. Bandaríkjaforseti sakar Indverja að fjármagna með þessu stríðsrekstur Rússa og hefur sett samtals 50% toll á innflutning frá Indlandi. Greinendur segja leiðtoga Indlands og Rússlands vilja sýna að þeir standi saman þrátt fyrir utanaðkomandi þrýsting. Þá vilji Pútín sýna vesturveldunum að þeim hafi ekki tekist að einangra Rússland á alþjóðasviðinu. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики. Ríkin ætla einnig að efla samskipti á öðrum sviðum, svo sem í landbúnaði og lyfjaframleiðslu. Í vikunni hefur Bandaríkjastjórn haft milligöngu þreifingar í viðræðum milli Rússa og Úkraínumanna. Eldur kviknaði í fjósi við bæinn Brimnes við Árskógssand í gærkvöld. Enginn var í fjósinu þegar eldurinn kviknaði, hvorki menn né dýr. 2 slökkviliðsbílar frá Dalvík og 1 frá Akureyri voru sendir á vettvang auk sjúkrabíls. Slökkvistarfi lauk miðnætti en slökkvilið fór aftur að bænum í morgun og slökkti í glóðum í rústunum. Miklar skemmdir urðu á fjósinu og litlu mátti muna að eldurinn næði að dreifa úr sér. Eldsupptök eru ókunn. Já, það töluverðar skemmdir hérna. Töluverðar skemmdir og þurftum að rífa mikið, bara nánast stakið allt til að komast í hreiðrin. Grunar ykkur eitthvað eldsupptökin? Nei, það er ekki möguleik að segja til á þessar stundu. Sýrlendingar í næsta nágrenni við fornu borgina Palmyra vona að ferðamönnum fjölgi á næstu árum. Ferðamaður segir áhugavert en sorglegt að sjá það sem fyrir augu ber í Sýrlandi. Palmyra í eyðimörk norðaustur af höfuborg Sýrlands, Damaskus. Hún var ein mesta menningarborg heims á 1. og 2. öld og á heimsminjaskrá UNESCO, menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna. We are now in Palmyra, in the old city of Palmyra. Here in front of us, the Ark of Palmyra. It was destroyed by Daesh and Assad regime. Assad forseta var steypt af stóli fyrir ári. Síðan hafa borist fregnir af ofbeldisverkum vígasveita meðal annars á vegum stjórnvalda. Is this safe? Well, if it's not safe, why I'm here? You say it's safe, but outside the city, you have all these people with guns. It's better. It's better, you know. Maybe some thieves, for example. Íbúar í nágrenni við fornu borgina vona að varalegum friði verði komið á og að fleiri ferðamenn láti sjá sig. You must be one of the first tourists here.
I think there are some tourists going here, but really very few, I think. Actually, I feel safe here in Syria, but I'm here second day, so you know, it's amazing. I passed some hotels that are in the guides, totally destroyed, of course. Yeah, it's interesting. It is. What's that? Kaflaskil í miðlun dægur tónlistarverða þegar sjónvarpsstöðin MTV leggur upp laupana víðast hvar. Tónlistarfræðingur segir stöðina hafa skapað suma listamenn og gert út af við aðra. Video Killed the Radio Star eða vídeóið sem gerði út af við útvarpsstjörnuna var fyrsta myndbandi sem fór í lofti þegar MTV hóf göngu sín árið 1981. Stöðin sýndi tónlistarmyndbönd og var fljótt vinsæl víða heim. Og þetta að segja að með MTV hafa verið kaflaskil í dægurtónlistinni. Þetta var gríðarleg breyting. Þarna tónlistin tekin og hún svona myndvætt og popstjörnur þurfa að leika og sprella og sýna sig og þetta lyfti ákveðnu fólki, Madonna og Michael Jackson, gerði út af við snekkjurokki svokallaða, þeir voru ekki nógu myndvænir og svo framvegis, þannig að þetta var mikill snúningspunktur fyrir dægurtónlistin. Þetta nýja birtingaform var í raun sjálfstæð listgrein þar sem kvikmyndarleikstjórar framtíðarinnar æfðu sig með myndbandagerð og þetta nýja form skapaði beinlínis stjörnur eins og Arnar Eggert nefnir með Madonnu og Michael Jackson. Fullkomlega, þessi tvö dæmi eru mjög góð þar sem þú getur raun ekki skilið á milli tónlistar, ímyndar, myndbandana, fatatísku. Þarna er svolítið undirstrikað hvað poppið fjallar dálítið um. Þetta er ekki bara músíkin, þetta er allt hitt líka. Arnar Eggert segir útkoman hafi síðan verið margskonar, listræn myndbönd, skemmtileg, alvarleg, að segja sögur og fyrir pop-hermann eins og hann hafi þetta allt saman verið mjög mikilvægt. Á sínum tíma voru hér á RÚV þættir sem sýndu einvörðungu svona myndbönd, skonrokk og popcorn, auk þess sem þau voru stundum sýnd á milli dagskrárliða. Virknin felst líka í því hvað þetta var stutt. Þetta er allt 3 mínútur og maður beið í ofvæni sem krakki eftir að kæmi nú örugglega afsakið hlé svo það væri 1-2 myndbönd sem maður getur horft á. Oft með madness. Þetta var bara stórkostlegu tími. Nú hins vegar komið að leiðarlokum, MTV nánast allstaðar. Vídeóið gerði út af við útvarpsstjörnuna, en hvað gerði út af við MTV? Nýmiðlun í rauninni og bara það borgar sig ekki lengur að gera dýr myndbönd af því að eins og ég segi þetta er svo tvistara áhorf og það bara svarar ekki kostnað. Þegar að gefa út bók að mörgu að hyggja, kannski sérstaklega ef stofna á bókaforlag leið. Því fengu grunnskólanemar á Norðurlandi að kynnast á síðustu vikum. Í samvinnuverkefni nokkura grunnskóla á Norðurlandi eystra hafa nemendur fengið að spreyta sig á bókaskrifum og útgáfu verka sinna. Hvernig fannst þér að skrifa svona bók sjálfur? Ég veit ekki, ég var mjög glad að búa til fyrsta bókina mína og ég finnst það mjög flott. Ég langaði að búa til þessa bók og ég elska mjög mikið kalfa að gera svona bónda. Ert þú sjálfur bóndi? Já. Hvað er bókin? Beikon er Bjössa og ekki Elvar. Þeir eru ekki óvinnir og búa í ísskáp og þeir eru ekki nálægt hvort öðru nema þeir séu að rífast eða baktalega hvort annan eða eitthvað. Bækurnar kynntu nemendur svo í nærsamfélaginu ásamt því að hver skóli stofnaði forlag. Hvað heitir bókaforlagið ykkar? Dimmuborgir. Og hvers vegna Dimmuborgir? Dimmuborgir eru staðir í Mývatnssveit sem er svona fallegur og svona mikið náttúra og það. Hvernig er svona tilfinningin að fólk geti kannski bara keypt bókina þína, hún er til í mörgum eintökum? Mér finnst það mjög skrítið, þú veist að vita að einhver fólk sé að fara að kaupa bókina mína. Verklókonum var svo fagnað með bókamarkaði á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit. Þar gat fólk keypt bækur barnanna og reyndar ýmislegt fleira. Svo eru við líka með hér svona kökur með uppskrift, við erum með bóndakökur, já það eru svona jólabókar til að gefa gjafir í og svo eru nefnilega bókamerki sem er saumu og líka svona sem er bara endurnýtt. Hvers vegna eru það endurnýta?
við ætlum að endurnýta svo við getum gera heiminn á betri stað. Jólatrésala flugbjörgunarsveitanna í Reykjavík fer vel af stað þó aðeins sé vika liðin af aðventu. Fæst hefur vöxt að fólk kaupi jólatré snemma og seti það strax upp til að njóta þess í desember. En aðrir nýta sér netið og panta tré gegnum vefverslun. Nú þegar vika liðin af jólatrésölu flugbjörgunarsveitanna í Öskjuhlíðinni hafa þegar selst 20–30% fleiri tré en á sama tíma í fyrra. Fólk farið að vera fyrr á ferðinni hér? Já, líklega það nú. Það var alveg ígjulaust fólk sem beið hérna klukkan 1 á mánudaginn þegar við opnaðum. Bergþór segir fá að halda í þá gömlu hefð að skreyta jólatréð á Þorláksmessu. Fólk vilji vera tímanlega í kaupunum. Sölutoppurinn þó sem fyrr 2 síðustu helgar fyrir jól. Normansteinur sé vinsælastur en stafafuran sæki á. Þið alltaf svona snemma í því? Nei, við erum svona fyrr í því ár en venjulega. Einhver ástæða fyrir því? Ég bað það. Já, ég menna nú úrval núna. Það er fínt að bara drífa sig og drífa þetta af. Ég sé að þið völduð ykkur furu. Það einhver ástæða fyrir því? Já, mér finnst fallegri sko. Þannig að já, það er bara hefðið hjá mér að taka stafaföruna. Feðginin Gunnar Ármann og Lóa Margrét reyna að kaupa jólatré snemma meðan úrvalið sem best. Ég persónulega alltaf hrifin af Normansteinum en það nú bara mismunandi eftir skoðunum fólk sko. Og eða á það að vera stórt eða hvað eru þið að líta eftir? Ég svona sirka í mín hæð, kannski. En já, ekki mikið stærra, það má ekki alveg reykast upp í loft. Við komum hérna í fyrra, ég held að við verðum á svipuðum tíma heldur. Og setjið þið jólatréð upp strax þegar þið eru búin að kaupa það? Já, ég held að setja það bara upp í dag, leiðum því að vera í desember. En ekki allir vilja koma og velja sér jólatréð því flugbjörgunarsveitin einnig með vefverslun og sendir þá trén beint heim í stofu. Það bara einhverjir alltaf sem að sjá ekki ástæðu að vera að velja tré, sko, heldur pantaða bara trénu og treysta okkur til að velja fallegt tré handa sér. Og þá að veðri. Áfram mun ríkja norðaustanátt á landinu á morgun en reikna má með heldur meiri vindstyrk og þá sérstaklega þar sem vindur stendur af fjöllum sunnan og vestanlands. Að öðru leyti verður veður svipað og undanfarna daga með lítilsháttar úrkomu á köflum austan og norðanlands. Við förum nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir, en fyrst skulum við fara yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Karlmaður á 30-aldri í haldi lögreglunar í tengslum við rannsókn á mannsláti í Kópavogi. Maður fannst látinn í íbúð á Kársnesi í síðustu viku. Skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum sem frétti í fjölmiðlum að staða hans yrði auglýst, segist efast að hann kæmist upp með sömu vinnubrögð og menntamálaráðherra. Hann hefur engar skýringar fengið frá ráðuneytinu. Á sama tíma á Vesturveldin beita Rússland refsiaðgerðum eflir Pútín tengslin við Indland. 2 daga heimsókn hans þangað með stórri sendinefnd lokið. Kaflaskil verða í miðlum dægurtónlistar þegar sjónvarpsstöðin MTV leggur upp laupana áramótin. Straumhvörf urðu í popmenningu þegar stöðin fór fyrst í loftið fyrir rúmum 40 árum. Fjölmargir kaupa jólatré og skreyta strax í byrjun desember og æ fleiri nýta vefverslun og fá trén send beint heim í stofu. Það var þetta upptalið hjá okkur og komið að viðureign Íslands og Færeyja á heimsmeistaramótinu í handbolta. En við ætlum að senda ykkur inn í laugardagskvöldið með ljúfum tónum frá aðventutónleikum söngsveitarinnar Fílharmoníu. Það var Guðmundur Bergkvist sem myndaði. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum þar sem af degi. Verið þið sæl og njótið kvöldsins.